Gott kvöld. Ég Kamara. Ég vil þakka fyrir að fá að koma hérna í kvöld og miðla ljósinu, miðla kærleikanum. Inn á jörðina. Kæru fallegu ljós. Kæra mannsbarn. Kæra fallega mannsbarn. Mér langar til að segja við þig, kæra mannsbarn, að minna þig á hver þú ert og elska sjálfan þig. Elska sjálfa þig. Elska sjálfa þig. Elska sjálfa þig. Að rækta kærleiksríkt samband, vil ég segja, við innra sjálfu þitt. Því miður hefur mannsbarnið verið afvegaleitt hvað það að elska sjálfa sig, hvað það að vera í tengingu, í kærleikstengingu við innra sjálfu sitt. En kæra mannsbarn, horfðu inn á við eða tengdu inn á við og upplifðu kærleikan inn í þér, sjálfum þér. Þetta mikilvægasta hlutverk þitt, kæra mannsbarn, að elska sjálfa þig. Að rækta þessa tengingu við þig. Mörg mannsbarn eru skortir tenging við innra sjálfu sitt og upplifa, vil ég segja, tómarúm inn í sér. Í þessu tómarúmi vil ég útskýra og segja að mannsbarnið býr til falska tengingu við sjálfa sig eða tenging í blekkingu við sjálfa sig, vil ég segja. Í þessari blekkingu
er jarðvegur fyrir ótta og kvíða. Og kæra mannsbarn, að lifa í ótta og kvíða er erfitt og hamlar þér í að finna hreina og tæra hamingju og kærleik í þér. Já, kæra fallega mannsbarn, horfðu inn á við. Dokaðu við, vil ég segja. Upplifðu sjálfa þig, hver þú ert inn í þér, tæra og hreina, fallega ljós. Dokaðu við, kæra mannsbarn. Upplifðu þessa fallegu tengingu inn í þér við innra sjálfið þitt. Ræktaðu kærleikstengingu gagnvart sjálfur þér. Dokaðu við, dokaðu við, dokaðu við, já. Kæra mannsbarn, þú ert ljós. Kæra mannsbarn, þú ert sannleikurinn. Kæra mannsbarn, þú ert friðurinn. Dokaðu við og upplifðu. Upplifðu sjálfa þig. Upplifðu tenginguna við þig. Já, kæra mannsbarn. Elskaðu sjálfa þig. Með því að doka aðeins við og umvefðu innra sjálfið þitt og sjálfa þig af kærleik. Með kærleikanum til innra sjálfs þíns. Myndu kæra mannsbarn blómstra. Vökvaðu fallega blómið þitt inn í þér. Fylltu hjarta þitt af kærleik.
fallega mannsbarn. Opnaðu augun þín, opnaðu hjartað þitt, opnaðu faðminn þinn til þín. Taktu við ljósinu, kærleikanum og umvefðu hjartað þitt, sjálfa þig og innar sjálfið þitt. Takk fyrir í kvöld. Ég er Jesúa. Ég er komin hér til að tala hvernig ég er komin inn á jörðina til að hjálpa mannkyninu. Til að styðja mannkynið. Og leiða hvert mannsbarn inn í kærleikann. Hver maður, hvert mannsbarn, þarf að biðja hjálp. Þarf að treysta og stíga fyrstu skrefin og biðja hjálp. Á þessum tímum þar sem er mikil óvissa, mikil óreiða, miklir erfiðleikar, vanlíðan, ótti og kvíði. Hver og einn þarf að biðja hjálp. Teygja sig fram og rétta út höndina og biðja hjálp og treysta. Ég, Jesúa, er fyrir þig til að leiða þig í gegnum þína erfiðleika.
Kæra mannsbarn, allt sem þú þarft að gera að treysta. Ég Kristur sem eins og vegur eða brú yfir erfiðleikana þína. Kæra mannsbarn, þú ert umvafin af kærleik, stuðning og hjálp ef þú treystir. Ég, Jesúa, þarna fyrir þig. Ég, Jesúa, mun koma til þín. Til að hjálpa þér að stíga skrefin þín. Skrefin sem eru stór eða erfið. Þá hjálp. Það alltaf hjálp í boði. Kæra mannsbarn, þú þarft að stíga inn í auðmýktina og opna faðminn þinn. Finnurðu hvernig hjartað þitt fyllist af öryggi og kærleik að takast á við stóru verkefnin þín. Ég, Jesúa, mun leysa þessi verkefni með þér, mun styðja þig og leiða þig yfir þessa þröskulda. Já. Kæra mannsbarn, það ekkert að óttast.
Ég, Jesúa, er hjá þér. Ég, Jesúa, umvef hvert einasta mannsbarn á jörðinni. Af kærleik. Takk fyrir. Ramses er hér. Hann vill byrja því að tala hvernig breytingarnar á jörðinni að fara að ganga hraðar fyrir sig. Hann sýnir núna, bæði vill hann sýna þetta með tvennum hætti, annars vegar eins og hópur af fólki ganga hratt í eina átt. Þar sem ég verið að taka ákveðna stefnu og krafa ákveðna stefnu. Í kerfum, í stjórnum og í breytingum. Á sama hátt vill hann sýnir hann líka árfarveg, hvernig hann er búinn að vera þröngur og áin getur ekki flætt áfram. Þar sem árfarvegurinn er með háa bakka. En núna opnast og brotna þessi árfarvegir og bakkarnir. Og sýnir hvernig áin þrýstir fram. Hann segir það er að koma kraftur í að hreyfa við ákvarðanatökum, segir hann, taka afstöðu, móta stefnu. Og áin verður stærri þar sem hóparnir verða stærri sem standa saman, segir hann. Og árfarvegurinn brottar meir og meir og áin verður breiðari og breiðari og straumharðari. Sýnir hvernig áin streymir hratt. Þannig að þetta segir hann, núna er hægt að taka eða hefja, segir hann. Og vill hann nú sýna ný verkfæri, nýjar aðferðir, eftir að þessi búið er að fjarlægja hindranir á sama tíma og þessi straumharða á þrýsti fram. Og þá er hægt að taka þessar nýjar aðferðir og hann sýnir núna hvernig er verið að teikna eða skrifa nýjar aðferðir.
og sýnir á nýju verkfærin vera tekin upp og notuð með nýjum leiðum. Já. En hann vill samt segja að það tekur tíma að samt að finna út, að móta þessar nýjur aðferðir. Það er lagt af stað með aðferðir, en þær þurfa að mótast yfir tíma. Og þá vill hann aftur fara að sýna árfarveginn, hvernig áin byrjar á að streyma hratt fram. Það sem verið að losa mikla spennu sýnir hann víða, sem búin að vera lengi undir niðri talar átökum. Og þegar áin streymir fram, þá þarf að beisla hana aftur með einhverjum hætti, með þessu nýju aðferðum. Og það þarf að beisla ána. Og hann vil tala ána sem tákn þessar breytingar á jörðinni og þessi samskipti og þessi ákvarðanir sem þarf að taka núna. Og í gegnum þessi samtöl og þessar ákvarðanir þarf að beisla ána með nýjum hætti. Þannig að hún fái samt sem áður að áin getur flætt frjáls. Og það sé táknrænt fyrir samstöðu á milli hópa og milli landsvæða, segir hann. Nú sýnir hann hvernig meðfram ánni vill hann sýna hvernig fyrir að vera gróður eða tré ræktað meðfram ánni sem tákn kærleiksrík sambönd eða friðarsambönd með þessu að rækta þessi tré og þennan gróður meðfram ánni sem áður var þröng og bara mold og grýtt. En núna fáum við árfarveg sem og á og umhverfi hennar sem fallegt. En núna gerist þetta hratt og hann vill sýna hvernig núna leiðtogar mætast og þeir krossa hendurnar á móti hvor öðrum sem tákn
að mætast í frið. Þeir sita í svona hásætum með kross. Þeir krossa hendurnar. Saman. Og eru tilbúnir í að mæta þessari nýju stefnu, vill að segja. Þetta á eftir að taka tíma, vill að segja núna. En vill hann sýna núna ána aftur og sýnir hvernig hún flæðir fram í ró og í jafnvægi og í fegurð. Hann vil bara segja að friðartímarnir koma. Þetta er falleg sýn að sjá þessa fallegu á.